Ærumeiðingarnar fljúga manna millum í blóðunum. Þetta er fáheyrt uppistand í menningarlífi svo lítils bæjar. Guðmundur Kamban, leikrita og filmhöfundur, ekki fyrr kominn í bæinn eftir dularfullar langdvalir erlendis, en hann lendir í heiftarlegri rimmu við leikfélagi hér það hvað sé sómasamlegur listflutningur. Dómar Kambans eina leikhús bæjarins eru sem olía á eldinn. Ég hef átt kost á að sjá 2 síðustu sýningar leikfélagsins. Og í þeim til samans flest alla leikkraftaless. Segjum að þessar sýningar séu laglegri en venj er til. Engin leikstjóri lætur blekkjast af laglegri sýning. En viðvanningslegar, dilettantískar geta þær ekki orðið, nema fyrir skort á kunnáttu. En undir stórmannlegu yfirbræði heimsmannsins maður sem skrifar bókmenntir eins og hrakið barn út í heimi. Ferill hans stráður svona árekstrum. Við þekkjum þennan ferill varla nema af óljósu orðspori. Hann einn hinna útlægu rithöfunda Íslands. Það hefst í friðsæld í Litlabæ á Álftanesi 1888. Þar unnir hann sem drengur í túni. En brátt fer hann að hneigjast til að leggja samviskuspurningar fyrir heiminn. Hann skrifar dálitla sögu af dreng sem gengur út að sigra úrilsku nautsins í haganum með hári af móður sinni og eilitlu brosi. Hann sonur hjónanna Jóns Hallgrímssonar og Guðnýjar Jónsdóttur. Móðir hans heldur snemma hlífiskildi yfir grufli drengsins, enda metur hún hneigðans til þekkingarleitar. Þegar henni leiðast bústörfin, lætur hún mundalitla elta sig allt hús og lesa sér upphátt úr góðum bókum. En þetta stór fjölskylda og oft erfitt aðdrætti. Þau flytjast búfallum tvisvar, síðast vestur í Arnarfjörð. Jón sér engin tök að senda nokkurt barnanna til mennta, allra sé þörf heimavið. En móðurinni tekst að telja hann á að Guðmundur litli skuli sendur í nám. Hann líka ólíkt hinum börnunum ónýtur til vinnu. Hann verður líkamlega veikur af návist við slor og óhreinindi. Hann hrifnamur drengur, liggur í bókum og gleypir í sig þjóðsögur. 8 ára gamall villist hann með yngri bróður sínum upp á heiði. Þeir koma dauðskelkaðir til byggða eftir samviskusamlegar lýsingar Guðmundar á þeim ófresku förunautum sem hann sér fylgja þeim alla leið. 14 ára semur hann svo leikrit daglegt líf í Arnarfirðinum og ógæfusamar ástir. Sveitungarnir leika verkið í pakkhúsi fram eftir vetri. Þar með leikfélagi Guðmundar úr Reykjavík, Ólafur litli Thors. Loks 17 ára haustið hann ferðbúinn suður í Lærðaskólann, til Reykjavíkur aldamótanna, þar sem nýir og seiðandi vindar blása bæjarlífið. Sífellt berast nú kynlegri fréttir af þeim nýja félagsskap hér í bæ sem kalla sig tilraunafélagsmenn dularfull fyrirbrigði. Nú hafa þeir forsprakar félagsins
Björn ritstjóri Jónsson og Einar Kvaran fengið óvæntan liðsauka. Þetta er skólapiltur sem starfar hjá Birni á ritstjórn Ísafoldar. Hann hefur reynst afburða móttækilegur fyrir kærleiksboðskap spiritismans. Hann fellur fyrirhafnarlaust í dá og sækir dýrlegar staðfestingar á framhaldslífinu handan yfir gröf og dauða. Og nú síðast tók hann jafnvel fram öllum væntingum þeirra félaga og tók að skrifa, viðstöðulaust og í móki fleiri sannanir. Þetta eru fögur ævintýr, ljúfmannlegar varnarræður fyrir andatrúna, sannkölluð himnasending einmitt nú þegar naprir vindar næða úti fyrir og andstyggilegar efasemdarattir taka að dynja á félagsskapnum utan bæ. Enda tekur Einar viðburði þessum fagnandi í blaði sínu Fjallkonunni. Það sem stendur þó hvað mest þversum í jafnvel hörðum fylgismönnum stefnunar er að sannanir þessar ber Guðmundur félaginu frá löngu látnum skáldum á borðið H.C. Andersen. Hefur Andersen meðal annars léð Guðmundi unga söguna af sannleikanum sem allstaðar var útýst og hann smáður þann dag einn reisti sér höll og var konungur. Því allur sannleikur verði einhvern tíma konungur. Einnig skráir Guðmundur eftir Andersen ævintýrið perlu sannleikans sem ekki verður höndluð nema kafað sé niður í hyldýpi kærleikans. Listaskáldið góða, Jónas Hallgrímsson, liggur ekki á sínu liði þegar á reynir, því hann ljær sögu Andersens íslenskan búning og les Guðmundi fyrir fleiri ævintýr að auk. Meira að segja Snorri Sturluson reynist leggja þeim fagra málstað lið með penna Guðmundar. Hvaða ungi maður er þetta? Þeir Björn og Einar standa rökþrota frammi fyrir þessum andríka liðsmanni sínum. En Björn gefur ævintýrin út á bók, enda má þetta allt hvað heita einstakur atburður í íslenskum bókmenntum. Eins og menn vita, kveðst Konráð Gíslason stjórna hinum miðlinum hér í bæ, Indriða sinni, og segjast þeir Jónas Hallgrímsson vera í samvinnu að endurvekja þjóðina eins og 70 árum áður. En það fagna ekki allir jafnt þessum stórmerkjum. Á dögunum hélt Ágúst H. Bjarnason þrumandi ræðu gegn spiritismannum og sagði að það mætti heita furða að menn hefðu farið að lesa þessi ævintýr upp í heyranda hljóði á skemmtisamkomum. En það keyri þó fram úr öllu hófi að menntaðir menn skuli láta sér sama að gefa annað eins út á prent og dirfast að setja nafn H.C. Andersen undir. Þeir félagar eiga fullt í fanginu að verjast árásum á þennan unga liðsmann sinn. Allir viti að Guðmundur Jónsson sé fyrirtaks vel gáfaður fyrstur og skáldmættur, segir Einar. En ef allt það væri runnið úr hans eigin hug sem hann hafi ritað síðustu daga, þá væri þá unglingshugur miklu meiri þroska og gáfum gættur en sögur fari af. Björn Jónsson bæti við að það væri sannarlega eyðandi tíma fyrir árlega svívirðingar að launum til að rannsaka hvort jafn mikið geti búið í nokkru manni án þess hann viti af því. Því miður vinnst ekki tími til að hefja frekari rannsókn á þessum fyrirburðum, því Guðmundur veikist heiftarlega af berklum. Hann nær sér loks að fullu en hefur þá glatað miðilsgáfunni.
Björn vill ekkert fullyrða uppruna ævintýranna, fremur Guðmundur sjálfur. En hann segir að séu þau eftir allt runnin frá þessum unga skjólstæðing sínum og þá undirvitundans, þá heill hér Ísland og 17 vetra skáldkonungi þínum. Guðmundur sjálfur orðinn metnaðarfullur ungur maður og vill sigla, en semur áður heitstrenging að hætti fornra víkinga, vill sendi í helvítat lög og helgar skræður en ryðja land fyrir ungviði sannleikans. Og í skírni tilkynir hann staffýrugur að hér í frá heit hann Guðmundur Kamban að erlendum sið og réttlætir ákvörðun sína svo. Víðtækastan skilning á ættjarðarástinni hefur sá maður sem fer að eins og vorið. Hann ryður burt því gamla sem ónýtt hitt yngir hann upp. Hann veitir athygli hverjum nýjum straumi sem veita má inn í þjóðfélagið. Þetta ljósæknin. Standi ekki saman við raunverulegt lífið. Þar bíða óendanlegir möguleikar ljóssækins höfundar. Þeir að verða metnir og vinsælir hér, þeir íslensku höfundar sem hafa kosið að lifa í höfn og skrifa á dönsku. Ásakanir landráð heyrast æ sjaldnar. Það blæs spyrlega í borginni fyrir ólgandi tilfinningar og skáldlegar sorgir í stórbrotnu landslagi. Ungur maður, Kristján Albertsson, kynnist þeim Jóhanni og Kamban og gefur gaum ólíkri manngerð samherjana. Jóhann var lengi að semja og lengi og sagði frá því sjálfur svo ég heyrði. Ég eiginlega alltaf óvissum að verk mitt heppnist þangað alveg á síðustu stundu að mér finnst samt sem áður að við heppnast. En nálega allan tíma sem ég geng vinn að mínu verki ég mikil óvissan hvort það muni hefnast. Kamban var aftur á móti ákaflega fljótur að vinna og hyglaus í sinu vinnubrögum. Hann sagði einu sinni við mig sennilega vinnur ekkert skáld á sama hátt og ég að því leyti til að það sem ég semur á pappírinn fyrst leiti ég alltaf standa óbreytt. Ég geri engar leiðréttingar eða breytingar eftir því sem að verkinu heldur áfram. Ég seti ekki neitt niður á pappírinn fyrir mér finnst að ég var að vissum að svona eigi að vera. Og nú miðar verkinu hratt. Hann semur á íslensku og dönsku jafnt leikverk stúlkuna Höttupöttu sem svikin í tryggðum og rís þá til hrikalegs vitnisburðar allt hið stærsta og tignasta í mannlegu deli. Hann eys í stúlku þessa öllu sem hann dáir mest. Heiðarleik, ástríðu, stórlyndi og djörfung. Og hið opinberandi form leiksviðsins klæðir átökin eins og hanski. Það prýðilegt. Ólafur Thors fer með verkið heim og gefur út, en Íslendingar taka því heldur fálega. Þeir eiga þegar sinn fjalla-eyvind. En Guðmundur lætur það ekki á sig fá. Hann kominn að vinna stóra sigra. Í höfn frá frændi Kambans, hinn hávaxni söngvari Eggert Stefánsson og lærir framsögn hjá einum fremsta flytjanda danskrar tungu, Peter Jerndorf.
Hann bendir Jerndorf á annan Íslending sem enn betur sé að fyrirsögn meistarans komin. Jerndorf fær þegar miklar mætur á þessum unga og kappsama Íslending. Hann kostar hann sjálfur í för til Berlínar að kynnast við leikhúsin þar. En enn er að fá frumsmíðið samþykkt á konunglega leikhúsinu. Þá bregður Kampan á það ráð að senda þeim aldna uppreisnarsegg Georg Brandes eintak. Brandes hefur áður prísað íslenskar bókmenntir umfram aðrar, en er nú að mestu hættur að nenna að skrifa nýjar bækur. En nú fær stúlkan Hadda blóðið til að þjóta aftur í æðum gamlamannsins og hann skrifar kjarnmikið lof hana og verkið allt, þó einkum Höddu. Þar fari loksins kvenlýsing mikillar og hættulegra náttúru sem þrátt fyrir alla blíðu sína og elsku til alls sem lifi sé fyrst og fremst heiðin manngjarn. Svo djúpt og sálríkt kvenneðli, svo ósveigjanlegur karlmanns vilji hafi trauðla sést áður saman greift í eitt á leiksviði. Og loks samþykkir konunglega leikhúsið leikverk Kambans. Hann er sjálfur fenginn að aðstoða við leikstjórnina. Hér er allt með nýjum og stórbrotnum blæ. Húsið andar ósýnilegum fórnum, sigrum og ósigrum liðinnar aldar. Það hafa fáir Íslendingar fótað sig á þessu sviði. Hér verður hver að finna fótum sínum forráð sjálfur og sjá til þess að nokkurt mark sé tekið á hann og á sjónu hans. Og Kampan einsetur sér að hafa augu og eyru opin. Æfingar hefjast. Í fyrstu leikur allt í lyndi. 2 efnilegi leikarar, Bodil Ibsen og Paul Reumert skulu fara með aðalhlutverk. Reumert lýsir framvindunni. Brátt kemur á daginn að í texta stúlkunar Höddu eru tilsvör sem ungfrú Ibsen skilur ekki meir en svo. Og ungfrú Ibsen er kröfuhörð listakona sem krefst rökvísrar uppbyggingar í stóru sem smáu. Kampan unga sýnist allt liggja ljóst fyrir í hugverki sínu. Ungfrú Ibsen er ekki ánægð og gerist atgangsharðari með inningar sínar hvað stúlkunni gangi til. Kampan gerist þá þver fyrir sitt leyti og tekur að svara með því að lesa hátt og snjallt getnar setningar. Ungfrú Ibsen er ekki skemmt. Hún kveðst ekki geta leikið svo illa skýrt hlutverk og gengur úr sýningunni. Inn í hlutverk Höddu stekkur önnur ung leikona, Ella Ungermann. Hún steypir sér á öllum skjálfta kringumstæðnana út í sálarstríð Höddupöddu og vinnur hugi og hjörtu áhorfenda á frumsýningu. Einkum í lokaþættinum, í mögnuðu dauðastríðinu. Aftur hefur Íslendingur sigrað á dönsku leiksviði. Áhorfendur fagna ákaft og lengi í lokin og heimta að sjá höfundinn. Dátthöfundur Pólitíken skrifar: loks birtist og bukkaði sig án afláts ungur maður sem af útliti að dæma var á að giska 9 orðin 12 ára og virtist eilítið vankaður yfir að vera enn á fótum. Þeir byrja greinilega snemma á Íslandi. Loksins kom leiksýning sem menn hafa saknað svo sárt. Leiksýning sem færð okkur aftur óminn af sannri og mikilli list. Sýning þar sem allt annað gleymdist fyrir eitt orð og eitt augnatillit. Hann er skáld í tilsvörum, ögn stílfærðum en ljóðrænt hlöðnum tilsvörum sem bera vott óvenju næmri eftirtekt á mannlegu hugarfeli, en þá sérstaklega þegar lýsa skal erótískum leikjum í ófullkomnum mannanna börnum.
Þessir íslensku höfundar fá mikla hjálp frá rómantísku sögusviði Einarssonar gömlu. Hafnið í vandræðu með að halda atleiki landsins magnar hverja tilfinningu. Ef fólk vill ekki sjá þessa sýningu þó hún sé drungaleg í tóninn, já, þá ekki lengur nein tilfinning fyrir sannri list í Danmörku og þá má rétt eins loka konunglega leikhúsinu. Og skáldið fullur eldmóðs í blöðum og getur ekki beðið eftir að sjá næsta verk sitt fært upp. Hann sé þegar orðinn fullra 26 ára. Hann kann miklu meira fyrir sér sem leikhúsmaður en Jóhann nokkuð. Jóhann kunni ekkert fyrir sér sem leikhúsmaður. Hann kann ekki komið nálagt sviðsetning og svona verkum á þeirra nátt. En Kamban gerir sér færan að vera leikstjóri í Danmörku. Það fyrir sér líka verk. Því Dansk leikli stóð og stendur alltaf mjög hátt og það gerða mjög ákala mikla kröfur til danska leikhúsmanna. Í hlutverki dagurfullra systur Höddu nýútskrifuð leikkona Agnete Egeberg. Í rafmögnuðu andrúmslofti leikhússins auðvelt að láta heillast af skáldinu unga og af Íslandi sem svo ölvað af eigin ást til lífsins og leika svo mjúk orð á tungu. Þegar þú hlærið eins og loftið fyllist af smáum sálum og þegar þú liggur og réttir fótinn í ökklaliðnum svo mjúklega að sveigjan á fætinum virðist gera ristina hærri og svo þitt eilífa fjör. Sumar konur ætti ekki hafa leyfi til að vera fríðar. Alveg rétt. En karlmenn ætti aftur að vera skyldigir til að vera fríðir, annars þeir viðbjóðslegir. Þetta lítur vel út. Hún dóttir Stöndugs málara, úr stórri og samhentri fjölskyldu og hún vön gleði og grænum lundum. Riddaramennska Kambans unga líka eftirtektarverð. Leikdómari hafði reyndar lýst furðu sinni á þeirri innfjálgu rómantík þessa íslenska skálds sem geri að Ingólfur í Höddupöddu geti aldrei verið einn með dömu í herbergi án þess að hann þurfi óðar að bera hana 3 hringi kringum næsta borð. Þetta afbrigðilega burðarfár hafi loks náð hámarki með síinu í síðasta þætti, enda missi hann stúlkuna á endanum og hann í leikhúsgryfjuna og þar hafa hún legið sem eftir var. Jafnvel kjóllinn þinn sem skiptir fellingum eftir hrynjandi gangi þínum verður dularfullur sem hafið, eins og fullur af sveimandi lífi. Bara þessi vaniðinn að safna gneistum augans uppi við efra augnlokið. Þau bindast heitum. En það fallvöld sæla að vera heitbundin rómantísku skáldi af Íslandi. Kamban fullur óþreyju yfir tregðu danskra leikhúsa við ný leikskáld og í næsta vetfangi hefur kappið fleytt honum vestur haf, alla leið til Ameríku. Við gerum nú hlé á. Og þegar hann rætist hann grár og kaldur. Á svipstund Íslandsrómantík hafnarskálda orðin sem fer önnur fjarstæða. Hann félaus og nafnlaus. Hér stendur hver uppi einn með það upplag sem honum helst best á þegar veruleikinn hefur sorfið annað brott. Hann leitar á náði landa sína fyrir Íslendingabyggðir í Winnipeg og reynir að afla skotsilfurs með fyrirlestrum og upplestri en fær daufan hljómgrunn. Blaðamaður Heimskringlu spáir því að slíkur maður muni brátt verða rægður af ómenna höndum og átelur fólk sitt fyrir skort á allri listaþörf. Guðmundur Kamban náði ekki hilli landans hér yfirleitt. Gjörði það að hann var of hreinn og beinn, alveg laus við klikkuskap, hræsni og almúahátt. Hafði á sér óamerískt fyrirmannasnið sem fór honum vel en fólk kunni ekki að meta. Kamban kveður landa sína. Þá náttúrulega fyrir hann að hugsa herra en nokkuð sinni áður. Hann hugsa til þess að verða bandaríkjamaður eða bandarískur höfundur með enskri tungu. Hann fær aðstoð stúlku af ríkri gyðingafjölskyldu við þýðingu Höddupöddu og útgáfu gegn kennslu í íslensku. Foreldrum hennar heldur í nöp við samstarfi. Nýtt mannfélag, nýir siðir.
Hér verður að gera nýjar kröfur til eins höfundar sem vill standa í fæturna. Með aukna meðvitund en jafn keikur sem fyrr tilkynnir hann ný stefnumið sín sem höfundar. Mér langaði til að sýna útlendum þjóðum fram á að nútíma menning væri ekki framandi hugtak á Íslandi. Ég vildi mínum fyrstu verkum, Höddupöddu og konungsglímunni, leggja þungamiðju efnisins í íslenskt menningarumhverfi. Í hinum síðari verkum leggja þessa þungamiðju í menningarumhverfi stórborgana. Það er nöturlegt umhverfi. Hann skrifar skekinn smásögu skelfingu skrílmorða og kynþáttaofsókna í St. Louis. Og ljóðræðin kveðandi hrekst út í vegg og bítur frá sér með nýjum tón. Ríki, ég er morðingi, tennur bítur frost. Ríki, ég er morðingi, rottan nagar ost. Ríki, jafnvel rottan, taktu mig í kost. Hann verður þarna ákærandi þessar liða af bandarísku lífi og bandarísku þjóðfélagsháttum. Og með það þann farangur í huga kemur hann aftur heim til Danmerkur og skrifar fyrst Marmara og síðan morðingja og Ragnar Finnsson sem öll sem mun vera mótum hver dvölans 20 ára dvölans í Bandaríkjunum hefur skilið mikið eftir í huga hans bæði yrkisefni og myndandi svo. Síðar eignast hann eina dóttur, Sibyl. Hún flyst sjálf til Bandaríkjana og býr þar alla tíð. Hvernig bar faðir hennar landi tækifæranna söguna? The only thing I know is that at one time I mentioned America and he told me that I would hate it. He told me I would hate it. He said, it's a better place for women, he said. So maybe you should go there. Of course, that's not true at all. I think it's the worst place for women. But he said, maybe you should go to America because it's a better place for women than Europe. But you would not like it. I think he would have fitted in the 30s when there was a big liberalism in the theater going on. I think he would have. But in the 50s, I think they would have put him in jail for being un-American, as they did so many people who were the least bit liberal. And most of these people took what is called the Fifth Amendment, which means they were called before this committee. And if they took the Fifth Amendment, it means they could not testify against themselves. They were allowed not to say anything about themselves, so they did not have to go to jail. But I know that my father would not have done that. He would have said what he thought, and he would be in jail, I'm sure. I'm sure of that. Oscar Wilde segja sumir að sé fyrirmynd Kamban að þeirri undarlegu aðalpersónu Marmara, Roberti Belford, sem fórnar lögmannsferli sínum til að skora allt réttarkerfið á hólm. Og víst dáir Guðmundur þennan orðhefna fagurgera sem verður fórnarlamb siðferðishræsninnar. En líklega er Robert Belford þó fyrst og fremst sprottin af persónu Guðmundar sjálfs. Hann knýr sig til að mynda til að una við veggjalýsnar á hótelherbergi sínu til að búa sig undir hugsanlega fangelsisvist síðar. Ja, hann náttúrulega í Guðmundi Kamban allan tíð. Þarna kemur hann fyrstu sinni fram. Og hann vitandi náttúrulega tekur hann sjálfur á sig gerfi Robert Belford í þessu. Ég ger þetta eins konar bandarísku Kamban. Það gengur ekki hnífan á milli skoðana og framkoma Robert Belfords
og Kampan sjálfs. En leikhússtjórar hafna þessu verki. Einu gildir áeggjan Brandesar. Marmari ber vott sjálfstæðu og frjóu andlegu lífi. Það líkist engu leikverki öðru í norrænum bókmenntum. Það storkandi hnarreist í hugsun, efni í langvinnar umræður, en liggur nú utan vegar sem dauður hafur. Marmari, hann getur ekki fengið Marmara leikinn, hvort í Danmarku, Svíþjóð eða Noregi. Hann leita fyrir sér áralega öllum þessum löndum og enginn vil leika. Marmari það þóttur og þykir og þungur í vögunum og hlaðinn af vitsmunalegu efni, vitsmunalegum viðræðum og maður næstum sagt predikun. Þá semur hann með dansku orði fullblóðs leikhúsverk með morðingja og þessum skilja við. Þá semur hann sig algjörlega að kröfum leikhúsins leikhúsverk sem fyrst og fremst er leikhúsverk og ekki aðeins bókmenntaverk sem að umdæmundum fyrst að Kampan að Marmari hafi sé fyrst og fremst það sem Dani kalla lesidarhamma. Það sé að hamma til að lesast en ekki til að sýnast. Þetta er mesta áfall á ferli Kampans. Kaldhæðni örlagana veldur því loks að þessi hvatskeita ádeila á ofbeldi ríkisvaldsins við einstaklingin fæst hvergi flutt fyrir 1933 í Mainz í Þýskalandi. Rétt í þann mund að nasistar að komast til valda. Sérhver sá sem kveður upp refsidóm samkvæmt lögunum gerir sig segan í ranglæti, hversu réttsýtt sem hann er. Því lögin hafa mælt út refsinguna áður en þau vissu orsök glæpsins, sem er í sínum einstaka kjarna alltaf ný og ný. Lögin hafa gert upp Rúpertuna áður en farið var að spila. Og sérhver sá sem kveður upp refsidóm samkvæmt lögunum gerir sig segan í heimsku, hversu vitur sem hann er. Því það kominn tíminn til að skilja að þjóðfélagið hefur aðeins eitt úrræði til að vernda sig gegn ofvexti glæpana. Það að glæpamönnunum sé ekki refsað. Ég stend hér í dag ekki til að verja mig gegn lögleysu sem ég óttast að vera í frammi, heldur til að verja mig gegn þeim möguleika að lögunum verði beitt. Og ekki eingöngu til þess ég stend hér í nafni þúsunda sem þarfnast verndar gegn lögunum. Réttvísin ber fyrir sig siðferði svo sem grundvöll fyrir tilveru sinni. En ég segi þér, það er nauðsynlegra að útrýma siðferði heimsins en að útrýma siðspillingans. Það er rétt fyrir heimurinn til að vera siðavald. Valdsins rétt. Það er rétt við til að refsa mönnum sem við höfum sjálfur neitt til að fremja verkin sem við refsum fyrir. Lagana rétt. Áður en mannfélagið hefur rétt til að vernda hveitikvöldmanninn gegn þjófinum. Hefur að skyldu til að vernda þjófin gegn sultinum. Áður en það hefur rétt til að vernda barnið gegn útburði. Hefur að skyldu til að vernda móðurina gegn þeim ofurkvölum sem leita hana til þess. Gera það? Nei. Mannfélagið tekur sér í hönd hnútasvipu hungursins, ástríðnana, sálarkvalan, siðferðisins og keyrir mennina beint til að fremja glæp. Til þess að lokum að taka sér í hönd hnútasvipur réttvísinnar og keyra þá í fangelsi jafnskjótt og þeir fremja það. Frumsýningunni í Mainz er forkunnarvel tekið af áhorfendum. Kampan er fjarstaddur og strax eftir frumsýningu marsera hinir nýju valdhafar í leikhúsið og banna fleiri sýningar á svo freklegu leikverki. Þetta orðmikla frelsunarverk þarf að bíða sýningar 20 ár til viðbótar og þá í Reykjavík eftir dauða Kampans. Og loks hartnær 40 ár sinnar þriðju uppsetningar í Þjóðleikhúsinu 1988. En ferillin vestra verður æ erfiðari. Í bréfi talar hann hve New York hafi hert lund sína, sem kannski sé nauðsinn í grimmum heimi. Agnete kemur á eftir honum vestur.
þau svelta. Actually, my mother said she wept herself home from America, which means she wanted to go home so badly. He finally went home, and I always thought the reason he stayed with her was again this old Icelandic thing: you don't break promises. Because she came after him to America, and I think he was involved with somebody over here, but he had made this promise, and that was it. Þau giftast vestra. Og Kamban kveður baslið í Ameríku og snýr með nýrri eiginkonu sinni aftur til Danmerkur. En það ljóst að hann þarf að leita nýrra fanga í leikverk sem opni sér dyr leikhúsins að nýju. Það gerir hann. Verkið Vér morðingjar. Þú getur ekki verið lengur án afmælisbarnsins. Hún litla væna stúlkan hans. Því tala hún svo hátt, Norma. Þau heyrðu. Það er ekki nokkuð lifandi maður sem heyrir. Þú hrópa, Norma. Þú sem stendur út í göngunum og mamma og Francis í stofunni. Þú er alveg slægilega næmlega. Nei, ég kann bara illa við að nekja tilfinningu okkar í návist annað. Og því lokar hún heldur aldrei dyrunum og eftir sér. Verkið grandskoðar það hvernig hégómleg eiginkona ærir sannleikstur við eiginmann sinn hann myrðir hana. Well, I think We Murderers describes the family of my mother's family and my mother very well. She said, well, if it's probably me, but that's all right as long as it makes money, she said. That's what she said. So she didn't care. Frumsýningu Oss morðingja í Dagmarleikhúsinu tekið með kostum og kynjum í blöðunum. Hversu mikilvægt ekki verk sem þetta hjá öllu því kæringarleysi, pildri og falsi sem leikhúsin annars fær okkur. Lífið sjálft býr í þessu leikverki, sterkt og óurlegt. Það slítandi, óþægilegt og þó vill maður af engu orði missa. Og norski fræðimaðurinn Örnólf Ree talar nýja og óvænta hugsun í norrænu bókmenntaverki. Aðalgerandi verksins alveg ný manngerð, sem metur einskis hálfvolgar dygðir brjóstumkennanleikans samanborið við sannleikan. Hjarta höfundarins sem brynjað gegn mannlegri samúð, en í því felst líka hvað leikrit þetta einkennilega áhrifamikið. Leikstjórn Kambans á verkinu fær ekki minnst lof. Leikhússtjórinn Þorkildur Róse og Klara Pontoppidan leika. Verkið sigurför norræn leikhús. Í Oslo það sýnt lengur en nokkurt annað verk næsta vetur undir stjórn þeirra frægu Jóhönnu Dybwad og eftir dauða Kambans fær það ótvíræða viðurkenningu á íslensku leiksviði. Hann reynir strax að fylgja sigrinum eftir með eldra verki, Konungsglímunni. Þetta rómantískt Íslandsdrama með glímukeppni og álfabrennum. En skilaboð umdæmenda eru skýr. Íslandslýsing Kambans hjáróma orðin og ekki lengur áhugaverð. Þá sölsar hann ritar gleðileik sniðinn að smekk danskra leikhúsgesta, arabísku tjöldin. En undir gamninu öllu ádeila siðabóðarans á lausung og hégóma kaupanahafnarbúa sem standi siðferðilega langt að baki gömlum íslenskum gildum. I always thought if only my father had married somebody else, his life would have been very different. I always thought. My mother was very beautiful, and he loved beauty. And she did have a wonderful sense of humor. She was not intelligent, but she was very sharp and funny. And I think that did help him, because he was very often morose and pessimistic and downcast. And that sense of humor did help him. She did not like Iceland, and she told every Icelander she met that she did not like Iceland. And it was the kind of, said all the most horrible things to people. She was a very funny woman.
Tíminn eftir Oss-morðingja í fyrsta skiptið og hið eina sem kampanhjónin kynnast því að vera í efnum. Og þá það líka að Síbyl litla fæðist. Hún segist sjálf vera tilkomin í heiminn af þeirri orsök einni að foreldra sínir hafi gleymt að ugga að sér eftir velheppnaða frumsýningu Oss-morðingja. Krafan veraldargengið líka farin að ágerast. Nýgift kynnast þau verkfræðingum Vagn Börje og konu hans á strandhóteli. Börje lýsir því hvernig Kamban syndir jafnan svo langt á haf út að fer aðra strandgesti. Lífið eilíf áskorun, ótrygg afkoma, andvökunætur og Kamban þarf sífellt að leita nýrra leiða að brauðfæða fjölskylduna litlu með hugviti sínu. Minniskompur hans eru taktar í torskildum útreikningum. Ný föt eru líf og yndi Agneti. Og Kamban sjálfan dreymir frá unga aldri höfðingslíf. Þau eignast heldur ekki raunverulegt heimili nema í þetta eina sinn. Agneti leiðast eldhús. Þess í stað búa þau alla tíð á gistiheimilum og eiga í eilífum flutningum. Þið sjá þá konu minni, sérst með borið með 9 ára fátækt eins og ég hef gert. Og ég vildi sjá þá konu sem nýri mér fátækt minni oftar en næst en þú hefur gert. Og hef ég ekki gert heimilis mín, stúlkulausi öll þessi ár? Ævismúti hafa pexum þessar smámunni. Smámunni? Já, allt sem ég ger eru smámunni. Nei, það eru smámunnir af því að stjórn þín og heimurinn aðeins valdi mér óþægindum, en aðrir hlutir í farin hafa valdi mér sorg og örvænting. Þú valda þér óþægindum. En stúlkan litla sem slysast í heiminn verður brátt trúnaðarvinur þessa landlausa manns. It was a very close relationship. I adored this man. And he was like God. And I think he loved me very much. And we were very, very close. Of course, I was always worried about, I was brought up in a Lutheran school, and I loved this man so much, and I knew I said to my mother, he doesn't believe in God. Do you think he'll go to hell? I was so worried all through my childhood that this marvelous man would probably go to hell. But he told me he was an anarchist. I said, oh my God, you don't believe in God and you're also an anarchist? And that did not go well in a Lutheran school at all. And the report card would always say, Sybil asks unnecessary questions. And of course, these questions all came from my father. Is this just? Is this right? And so forth. He saw the report card and he says, keep asking. He was a feminist, very much like you, very much influenced by Bernard Shaw. And I think the first book I remember him giving me was when I was 8 years old, was The Intelligent Woman's Guide to Socialism. And he said, read that. You've got to read that. And I said, I don't read English. He says, just keep reading because it will come. You keep reading and one day, all of a sudden, you'll understand it. Dag einn mun þér skiljast, segir faðir Ragnars Finnssonar við son sinn, að það mesta sem maður getur heimtað í þessu lífi að manni sé sýnt réttlæti. Kamban sest nú við samning sinnar fyrstu skáldsögu. Hann byggir á stuttri æskusögu dreng sem fer út á tún að kenna nautinu í haganum lögmál kærleikans. En verður frá að hverfa reynslunni ríkari. Og nú á Kamban ekki vandræðum með að botna söguna. Hann sendir sinn bláeiga boðbera góðveldarinnar vestur haf. Og þar hann prettaður og rúinn hugverkum sínum. Hann lendir í örbirgð og vítarhring glæpaverka og endar loks líf sitt sem hund eltur barnamorðingi.
En hrakin viðkvæmni hans fær útrás og uppreisn í vaxandi starfi sem leikstjóri. Þar er sköpunarstarf að taka alvarlega. Líknandi kröfu rússneska leikhúsmannsins Stanislavskis agaða auðmjúka leit að kjarna hvers verks. Honum finnst leikstjórin líka vera hinn endanlegi höfundur verksins. Sjálfur setur hann upp fáein rússnesk verk, svo sem Professor Storitsyn eftir Leonid Andreyev. Klara Pontoppidan segir: Kampan leikstýrði af lífi og hita. Hann var mikill leikstjóri og magnaði fram alla bestu eiginleika hvers leikara. Þessi kraftmikla og skáldlega skapöfn, eitthvað djúpt, ljóðrænt og dularfullt í lundans, skildi hlutverkmanns og hann fékk mig til að fylgja sér eins langt og ég komst. Virtur leikstjóri sagði við mig eftir sýning á Oss-morðingjum í Dagmarleikhúsinu: Ég hef aðeins eitt við leikstjórn yðar athuga. Þér búið ekki áhorfandan í fyrstu þáttunum undir það sem gerist í lokaþættinum. Þér gerið okkur engan veginn ljóst að þessi maður sé líklegur að fremja morð. Dæmigerð athugasemd. Og hún merkir í raun þetta: Ég hef aðeins eitt við leikstjórn yðar athuga. Það að hún skul ekki á ljósan hátt eyða sjálfri grunnhugmynd verksins. Því leikritið fjallar beinlínis það að maður sem engum kemur til hugar að myndi nokkuð tíman fremja morð, fremur þetta morð. Þessi löngu úrelta aðferð undirbúningsins sem stríðir á allan hátt gegn dramatískri stígandi eins verks. Hún skín hvarvetna í gegn í leiksýningum í Kaupmannahöfn. Það gegn henni sem Max Reinhardt hefur telt fram hinni ógegnsæju manngerð. Og hinn ógegnsæja manngerð sjaldséður gestur á leiksviðinu hér. Sýning hans á Lífið í vold eftir Knut Hamsun fær mikið lof. Hér sjáist hrár og upprunalegu skáldskapur á þeim slóðum þar sem menn séu annars vanir viðvæningslegu skensi. Það framfaraspor í dönsku leikhúsi sem Kampan hefur stigið með snjallri og innilegri leikstjórn sinni hefur ekki vakið þá athygli sem hún verðskuldar, enda þótt menn hafum árabil kallað á einmitt þá viðreisni leiklist okkar sem hér gefur að líta. Og hann byrjar snemma að gagnrýna danskt leikhús opinberlega. Hversu sjaldgæft ekki að við lifum stóra stund í leikhúsinu. Stund í andaktugri þögn sem við óskum eins og Goethe að megi standa kyrr. Í Kaupmannahöfn svo miðstöð leikhús lífsins þar sem skrípalátum hampað á alla vegu af hreinu listrænu sinnuleysi. Leikhússtjórinn frú Betty Nansen kennir æsku Kampans sem hann eldist mun honum skiljast að gjaldið sem greitt sé fyrir flutning góðs skáldskapar sé að menn skreyti sér þess á milli með tappanefjum. Í blaðaviðtali kveðst hann loks orðinn fullsattur á ræktarleysi úrættara danskra leikhúsa við unga höfunda. Hann hafi mist alla löngun og nú eigi hinn unga kvikmyndalist hugans. Hann ræðst í kvikmyndun Hödduböddu. Myndin tekin að hluta á Íslandi. Kampan fer fyrir nýstofnuðu kvikmyndafélagi, Eddufilm. Tilgangur þess að láta leika íslensk leikrit eða máski þætti úr fornsögum Íslendinga og sína á kvikmyndaleikhúsum erlendis. Það frumherja bragur á vinnunni. Klara Pontoppidan, Hadda, stendur hróðug á lítilli snös efst í himinháu sigbjarginu og bíður næstu töku, en fyllist á skelfingu.
Þeir Kampan og aðstoðarmaður hans, Gunnar Róbertsson Hansen, hafa gleymt henni í innfjálgum deilum það hvort færið séu of langt til myndatöku. Þeir Kampan eygja mikla möguleika með þetta nýja listform og ráðgera fleiri kvikmyndir saman. Við gerð næstu myndar, Hús í svefni, telja þeir félaga sig hafa sigrast á ýmsum byrjunarvandkvæðum þessara nýju listar. Nú láta þeir bókmyndirnar lönd og leið, en Guðmundur semur sérstakt filmhandrit. Myndinni sérstaklega talin til hróss hinn tempraði tjáningarmáti hennar. Hér sé vissulega engin Hollywood-bragur. Kvikmyndalistin stendur fyllilega jafnfætis leikhúsinu og bókmenntunum. En það verður að skapa sjálfstæða kvikmyndalist. Þótt áhorfendur hafi mestan áhuga á ytri atburðarás þar, er það hinn innri atburðarás sem gefur kvikmyndinni gildi. Við verðum að bíða þess að upprísi ný kynslóð skálda sem þekkir kvikmyndalistina frá fæðingu og hefur kannað hana til hlítar. Kampan er fullur bjartsýni fyrir hönd þessa nýja miðils. Kvikmyndin sé rétt að vakna. Og von bráðar borgi sig alls ekki að gera lélegar kvikmyndir. Myndin fer víða, meðal annars til Íslands. Þetta er þá sá Guðmundur Kampan sem í ársbyrjun 1927 stígur á land í Reykjavík með tilboð upp á vasan til leikfélagsins að veita hér fyrstu leiðsögn í leiklist af alþjóðasniði en býður því auk þess að heimsfrumsýna glænýjan sjónleiksinn sendiherrann frá Júpíter. Frétt Morgunblaðsins komið hans líka full velvilja og tilhlökkunar yfir væntanlegu starfi þessa fyrsta menntaða leikhúsmanns Íslendinga hér. En strax næsta dag birtist óróleg athugasemd frá leikfélagsmönnum í Vísi við fagnaðarerindi þetta. Óskum liðsinni Kampans við leiklistina hér sé reynda sprottin á hvatvísi Soffíu nokkurar Kvaran, nemanda Kampans og aðdáanda úr Höfn, en sé alls ekki svo opinber eftirleitan og sé fyllsta ástæða að draga dómgreind stúlkunar í efa, hvað þá þjóðháttustu. Það kemur á Kampan við viðbrögð heimamanna og hann sest óðar við að gera grein fyrir persónu sinni og langri reynslu af erlendum leikhúsum. Það sem einkum haldi leiklist hér á viðvaningsþroskastigi sé skortur á kunnáttu í leikforustu, instruksjón, sem allstaðar sé hinn vandmeðfarnasta meðal listgreina. Og nú fer heldur betur að rjúka í bæjarlífinu. Penni Vísis ber hið danska pólitíken fyrir því að Kampan hafi í raun ætlað að sprengja leikfélagi hér og ræna það bestu starfsköttum þess og tekur að rekja í smáatriðum framkomu gestsins hér og samtöl við menn. Jakob Möller mun vera höfundur. Hann segir upptalning Kampans á leikstjórnarafrekum sínum minni átakanlega á reisupassa Sölva nokkurs Helgasonar sem hafi verið annar listamaður og stórmenni á Íslandi á sinni tíð og telur allan ljóð á framkomu Kampans við forsvarsmenn leikfélagsins, þá Jens bankastjóra Voge og Indriða sonans. Kristján Albertsson er öskureiður yfir skrifum Vísis. Hver einasti heiðvirður maður hljóti að tróða blaðið undir fótum sér að lestrinum loknum. Kampan leggst veikur í mestu orrahríðinni. Þegar ég hafði ráðið með mér að láta loks verða af því eitt skipti að gefa íbúum þessa bæjar sýnishorn af leikforustu í nútíðarsniði, datt mér síst í hug að ég þyrfti að verjast árásum héðan á listgrein sem hefur verið annar þátturinn í lífstarfi mínu langan aldur. Hann skrifar Gunnari Hansen út. Þú getur ekki ímyndað þér hve hneykslanlega þeir leika hérna. Þú eru aldrei séð neitt
þvílíkt nokkur staðar. Og í blöfunum segir hann að sýningar leikfélagsins séu meira en viðvæningslegar. Þær séu til óbærilegar minnkunar fyrir félag sem haldi nú upp á 30 ára einokun sína á svonefndri íslenskri leiklist. Ef nokkuð geti fengið sér til að setjast hér aðum tíma og brjóta á bakaftur sifjaliðs undiróðu leikfélagsmanna til heilla fyrir hreinskilna ást til leiksins, þá sé það hið hörmulega ástand sem hinn kínverski múr þessa félags hafi skapað á sviði sem sé sér hjartfólki. Og öllu skellt í lás. Mönnum nú ljóst orðið að Guðmundur Kampan muni hafa búist við því að allt Ísland myndi standa á öndinni spyrðist fórnvísi hans gagnvart innlendri listsköpun. Þetta opið stríð. Kampan safnar með hraði hópi stuðningsmanna og tekur sjálfur að æfa til sýningar 2 verk sín. Oss morðingja, sem hafi farið fyrir ofangaf og neðan hjá Íslendingum 7 árum áður, og hið nýja verk. Kampan leikur sjálfur aðalhlutverk í báðum verkum, gegn meðal annars Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran. Menn bíða frumsýninga með óvenju mikilli eftirvænting, einkum á hinu nýja verki með einkennilega nafninu sendiherrann frá Júpíter. Loks frumsýnt. Menn fylgdu þessum einkennilega leik með óbifanlegri athygli frá upphafi til enda. Kampan var fagnað með dýrlegum blómvöndum. Leikur hans sjálfs var mjög samfærandi og lifandi. Honum tókst afburða vel að halda þeim framandi blæ yfir þessari persónu á að hvíla. En ýmsir menntamenn sjá ástæðu til að verja Kampan. Og Kristján Albertsson segir að með slíkum trakteringum færi þeir menn að verða lítt öfundsverðir sem séu að endurvekja fyrir handan haf, trúna og andlegt atgjörfi Íslendinga. Og Halldór Laxness segir að Guðmundur Kampan hafi sýnt hér hvað hægt sé að komast með viðvæningum undir sterkri kunnáttusamri leikstjórn. Sýningar hans hafi verið prófsteinn á íslenskan listaþroska á þessu sviði sem ljósast komið fram í því að ekki hafi verið minnst á Guðmund Kampan varðandi íslenskt leikhús síðan. Kampan sem utanveltu á Íslandi. Hann skrifar Gunnari Hansen. Það rétt hjá þér að ég hér á Íslandi upp á von og óvon. En í Danmörku var ég eingöngu upp á óvon. Þar eru mér allar bjargir bannaðar. En hann yrkir stórfelld verkból og stimpla vélasala sem muni færa landi til nútímans. Eina von þess sé hugvit einstaklingsins. Hann vill reisa veglegt þjóðleikhús í Vatnsmýrinni og mennta stóran hóp leikaraefna erlendis. Í pólitíkinni á Íslandi sé aðeins eitt af aðhafast, að neyða landið að tengjast evrópskri menningu. Það muni verða erfitt, en ekki verða minna skemmtilegt fyrir það. Hann fær í lið með sér þýskan ævintýramann að gera sérstaka kvikmynd verkmenning Íslendinga fyrir fiskimálanefnd. En myndin dæmist kolmisefnuð. Höfundarnir hafi algjörlega misskilið ætlunarverk sitt og geri næturlífinu á Hótel Borg meiri skil en atvinnulífi landsmanna. Þjóðverinn hverfur með bestu hluta myndarinnar. Kampan telur sig hlunnfarinn. En hann kveður Ísland með þakklætisvotti til þess strengs sem honum finnist þrátt fyrir allt einkenna menningu fósturjarðarinnar í viðsjálfum heimi. Mildi hjartans og festa lundarinnar eru aðalmark íslenskrar menningar. Sá maður hefur aldrei lifað sem hefur getað haldið áfram að verja sjónamið mildinar með öðru en því að varðveita sína föstu lund. Ekki Búdda, ekki Jesús, né Seneca, né Tolstói, né Kropotkin, né Gandhi. Hrottaskapurinn veikleiki. Og það ein af hinnum skelfilegu áhrifum ófriðarins að sá hinn mjúki máttur sem nefndur mildi nú rægður úr öllum áttum. Ekki síst af konum. He felt ethics should be a science. He said cause and effect. It's like a science. If you do certain things, it'll have certain results. And that will take the place of religion in people's morality. Instead of someone telling them what to do, they will know what to do and what not to do. En hvaða einkennilega verk var það sem áhorfendur fylgdu af svo mikilli eftirvænting uppi á Íslandi? Nú leggur Kampan allt sem honum liggur á hjartaðum háttu mannanna í munn sendimanni utan geimnum. Stærstu vonbrigði mín á yðar jörð hafa verið þau að sjá hve marga þeirra sem kjörnir eru til að vera verðir sannleikans skortir áræði og hjarta og hugprýði til að gera það sem stendur í þeirra valdi. Gera lífi þess verk að því sem lifað. Ég á mér land sem ég get horfið til aftur. Mennirnir hugsa ekki enn nattrænt heldur þjóðrænt.
Jörðin stynur undir öllum sínum þjóðlöndum. Allt í einu skil ég allt. Allt í einu skil ég þessa ofurgnægð sorgar og óláns sem ástin skapar á jörðinni. Menn beita hjartað kúgun. Menn þiggja ekki ástar atlot eins og gjöf. Menn hafa aðeins eignarhaldið að markmiði. Þegar til hafnar kemur býður frú Betty Nansen Kampan verkið til sýninga á leikhúsi sínu. En frumsýningu er tekið með ramakveini. Gagnrýnendur hella sér yfir verkið og höfundinn af fádæma hörku. Dómar eru hver öðrum verri. Aðalpersóna verksins, hinn hjartarheini gestur utan úr geimnum, sé algerlega óþolandi dramatísk persóna með sífelldum boðskap sínum hreinskilni. Kampan hafi ekki einasta yfirgefið jarðneskar hömlur í verki sínu, heldur og kröfur sjálfsín sem höfundar og misbjóði áhorfendum. En viti menn, frú Betty Nansen stígur nú sjálf fram á sjónarsviði. Henni finnst ómaklega vegið af óvenju hreinu og upprunalegu skáldverki sem almenningur eigi heimtingu á að kynnast. Hún tilkynnir ókeypis aukasýningu á verkinu og býður einkum því fólki sem annars hafi lítil ráð á slíkri skemmtan. Ókeypis leikhús er raunar gömul hugsjón frúarinnar sem hún trúir muni dag einn verða hversdagslegur veruleiki. Það er óvenjulegur og mislittur hópur sem fyllir húsið þessu sinni. Fögnuðurinn eykst með hverjum þætti og loks leiðir frú Nansen Kampan hrærðan á svið frammi fyrir hrópandi og stappandi áhorfendur. Sundurleit alþýðan yfirgefur leikhúsið með lofsirði á vörum, en vandi höfundarins er samur. Kæri Gunnar Hansen, ég er hreint hættur að skilja í því hvaða ári hefur komið sér fyrir eitthvað stær í hnakkanum og rænir mig allri vinnulöngun. Trúið þér á telepatiska höfundarmenn, lifandi eða dauða? Hann reynir enn að gæða manngildishugmyndir sínar holdi og blóði og skrifar leikrit samskipti skækju og prestvígðs manns, stjörnur öræfanna. En gagnrýnendur láta sér fátt finnast og Kampan hafi enn gert hugverki sínu bjarnargreiða með því að leikstýra því sjálfur af misskilinni ræktarsemi. Mér hefur ekki ennþá tekist að koma auga á réttu hugmyndina. Ég skildi hnipra mig saman eins og tígur og stökkva á hann ef hún eitthvað staðar á vegi mínum. En það væri hlálegt að sjá tígur stökkva á korktappa. He thought it was painful to write, yes. It was an effort. It was not like people who dash it off. He said it was the most painful thing in the world. He enjoyed himself very much with scholars and other artists, of course. And then he had people coming in and out who were interested in prison reform from all over the world, really. Well, I remember an Italian priest that came to the house, and he was trying for some sort of prison reform in Italy. And the only language they could find that they could both speak was Latin. And I looked in on this, and I thought, this is like the Middle Ages, this wonderful thing, these two men sitting there and speaking Latin to each other. Það fræðimaðurinn sem knýr næsta verk. Hann snýr aftur til Íslands og tekur að sökkva sér ofan í kirkjugögn 17. aldar. Hnausþykka doðranta, vísitasjubækur og bréf Brynjólfs biskups í Skálholti. Þjóðskjalavörður leynir hann viljandi aðgengilegustu heimildunum hann þykist skilja þörf þessa útlæga manns á að lifa sig sjálfur inn í hljómfall aldarinnar. En það sem knýr allt þetta umstang orðspor ungra stúlku, biskupsdóttur í Skálholti. Til þess legg ég, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, hönd á helga bók. Hann vil geta sannað að hún hafi alls ekki logið til meitóm sinn fyrir guði og mönnum, heldur sængað hjá unnusta sínum strax að eyðnum loknum af misboðinu kvenlegu stolti og þannig vari málstað ástarinnar andspænis öllu valdi. Nú get ég snúið mér aftur að mínu eigin þjóðlífi, þar sem hvert yrkisefnið öðru fegur að bíður manns. Saklaus og sannur þessi heiður,
Bókinni er hvarvetna fagnað og hún fljótlega þýdd á fjölda tungna. Prófessor Hans Briggs í Dagens Nyheter. Maður var orðin úrkula vonar að Kamban tækist nokkun tíma að ná taki á gáum sínum. Þá skyndilega gerist það. Með þessu 4 binda skáldverki stígur fram magnað skáld og nætt. Og í Suðsvenska Dagblaðið er mælst til þess að Kamban fái Nóbelsverðlaunin, enda sé hér mesta söguleg skáldsaga norræn við hlið Kristínar Lafransdóttur eftir Sigríði Undset. Á Íslandi er hann heiðraður. Kamban má vel við una. Hann vinnur leikgerð úr sögunni og fær samþykta á konunglega leikhúsið í eigin leikstjórn. En hér sem oftar bregður uppfræðarinn Kamban fæti fyrir leikskáldi. Menn krefjast styttingar á ógnarlangri píslarsögu Ragnheiðar og séra Brynjólfs. Kamban þver neitar sem ætíð að skera texta sín. Steinn Steinar sér sýninguna í konunglega leikhúsinni. Mig minnir að sú sýning stæði yfir í samfleitt 6 klukkustundir og ég hef aldrei séð leikhúsgestum leiðast eins mikið. En það er ekki að marka Dani, þeir hafa aldrei skilið íslenskar harmsögur. En frjálslynd lýsing Kambans á Ragnheiði veldur víða hneykslan á Íslandi. Þar vilja menn hafa sína eldri mynd af biskupsdóttur í friði. When I grew up, there was no such thing as feminism anywhere. He got all that from the Victorian writers. Feminism was Victorian. Women should go everywhere, but in a sexual sense, he was very strict about. On the other hand, women should not stay out after 11 at night. I mean, I wasn't allowed after to stay out after 11. In that sense, he was also Victorian. I found it significant that in his Paris diary, all these writers were in Paris, that he did not mingle with them, but he went to look for where Oscar Wilde had lived. So he was still, in a sense, living back there. Kæri herra Kamban, ég las leikritíðar og efast að það henti til sýninga hér á landi. Látið heyra frá yður ef þið eigið erindi til Englands aftur. He was always talking about England. Always talking about England. England was his promised land, I suppose. And he wanted me to go to school in England, but he could not afford it. Hann reynir aftur og aftur að setja stað á Englandi og vekja áhuga á leikritum sínum. En þau þykja of þung, of mikil orðræða. Persónurnar veki vart áhuga þarlendra. Allt öðru máli gegnur Þýskaland. Heiðraði herra Kamban, það gleður mig óumræðilega að hafa fengið þína dýrlegu bókiðar til útgáfu hjá Insel-forlaginu. Í Þýskalandi er Kamban frá fyrstu tíð tekið af vinsemd og virðingu, sé bannið á Marmara undanskilið. Þjóðverjar líkja honum við vindilfabrikantinn Axel Proppe í leikriti hans sjálfs, Vöðum. Hann minni á víðreistan menntaðan iðjuhöld, gættur þokkafullu sjálfsöryggi heimsmannsins og heilli konur. Skáldverkum hans er tekið sem brautryðjandi starfi í þágu lítillar þjóðar á leið til nútímans. Sjálfur fyrirlítur hann dólgsátt nasismans, en getur vel fallist á sumt annað, svo sem þekkskilduvinnuna, sem rauna sé einnig gömul og góð íslensk hugmynd Hermanns Jónassonar. Hann talar í danska útvarpið. Þessi er í stuttu máli ástæða þess að ég fylgst með þróun þýsku þekkskilduvinnunar að þvílíkum áhuga. Hverju sætir það? Jú, því þar hefur hún miklu fremur en í nokkru öðru landi náð að hefjast til mikillar dáðar með ótakmarkaða pólitíska og þjóðfélagslega þýðing. Ekki aðeins skáldsögur hans, heldur gamanleikirnir einnig eru teknir alvarlega hér. Dómar eru fullir þakklætis, jafnt fyrir góða skemmtun og tímabæran mannlegan sannleik. Raunar höfðu þýsk blöð veggsamað höfund Marmara á sinni tíð sem einna frumlegustu og áhrifamestu leikritahöfundum Norðurlanda, sem hefði ritað nafn sitt óafmáanlega í vitund þýskra leikhúsgesta. Vinur hans, Vagn Börje, segir að verk Kambans fái allt annan og nýjan þunga á þýskum leiksviðum en dönskum. Börje verður síðar tíðrætt persónu Kambans við nemanda sinn, Þorvald Helgason. Sennilega hefur honum
Danir eru afskaplega þægileg þjóð. Þeir búa til góðan mat og drekka góðan bjór. Það er augljóst hægt að svona linda vel við þá. En þessi mynd sem að ég fékk á honum í gegnum minn kunningsskap við hans gamla vin var ekki mynd sem féll endilega inn í, hvað maður að segja, danskt lífsmynstur. Þetta var mynd af stórum, mjög alvarlegum, kröfuhörðum listamanni sem að gerði bæði mikla kröfur til sjálfsín og líka kröfur til þess að umhverfið mæti hann. Og hann hafi verið það sem maður myndi kalla á góðu íslensku vandur að virðingu sinni út af því. Og það voru reyndar sögur sem maður heyrði annars staðar frá líka, því að ég hef heyrt það að íslenskir leiklistarnemar í Danmörk á þessum tíma, sem að ég held að hafi, sem er nú að dáðu fólk eins og Haraldur Björnsson og fleiri, að þau voru statistar í einhverjum sýningum á konunglega og hann var ekkert að orðum á þau, þó þau væru landar hans. Viðtökur Þjóðverja fylla Kamban nýjum hug og hann semur skáldverk fund norrænna fullhuga á Vínlandi, efni sem gagn tekur landvinningamannin en gleður valdhafa sjálfsagt á öðrum forsendum. Það er tvíeggjað sverð að vera hampað í ríki nasista. Honum er hrósað fyrir tímabæran boðskap hjónabandsiðferðið í gamanleikjónum, en sá sem hrósar er Fölkischer Beobachter, dagblað nasista, og gengur vísast annað til en Kamban sjálfum. Stríðið skellur á. Kamban flyst til Danmerkur, en er kallaður til Berlínar aftur að semja kvikmyndahandrit eftir Gösta Berlings sögu Selmu Lagerlöf. Vinur hans rekst óvænt á hann í Berlín. Kamban kveðst luktur inn á hótelherbergi að skrifa í gríð og erg. Hann er leiður. Þjóðverjar gerast líka æ tregari að sína norræn leikrit. Það er í leikhúsinu sem ég á heima, bæði sem leikstjórnandi og sem höfundur. Róman og óbundin skáldskap hef ég einasta skrifað vegna þess að leikhúsin voru með lokuð. Ekkert leikhús á Norðurlöndum hefur þorað að sína helsta leikverk mitt, Marmara. Ég hef beðið þess í 20 ára það mætti verða. Ég býð enn. Börgi sagði mér frá því, hann var nú sjálfur svolítið veikur fyrir Östurlöndum. Hann sagði mér frá því að hann hafði ekkert að lána Kamban einhvern svona boðskaparrit, indverst, þar sem að mönnum var upp á lagt að lifa hófsömu lífi og vera ekki að sækjast eftir gæðum heimsins. Og hann sagði að það hefði verið viðbrögð Kamban sem hefði verið dæmingjað. Hann var reiður. Hann vildi ekki hlusta á þetta. En hann náttúrulega sagði við mig að það var alveg ljóst að þessi reiði, hann var ekki sár. Ég held hann vildi meina að hann hafi aðalega fundist þetta óþægilegt að því hann vissi að þetta var satt. En hafði ekki ytri aðstöðu til þess að fara eftir því. Eins og við höfum talað hann þurfti að hafa góða tekjur. Lífsaðstæður hans voru þannig að þess var krafist af honum að hann inni vel fyrir sér. Og það var ekki hægt að vera að hugsa smátt og lifa lágt undir þau skilyrði. Þessi aðstaða sem að konan var í á þessum tíma, kannski er hún í betri aðstöðu fyrir karlmannin í dag. Hún verður að vera með, hún er ekki bara skrautmunur og leikfang. En í því hlutverki að vera skrautmunur og leikfang, þá gat hún verið ansi þung á bárunni fyrir karlmannin. Kamban er í fyrstu vel tekið við endurkomuna til Danmerkur. Gamanleikir hans nýjir eru færðir upp. Komplexer eða vöf þykja listileg freudísk gleði. Að hugsa sér að Íslendingur skuli geta haft svo ríka kynnigáfu, segja áhorfendur. Ritdómari segir máski ofmælt að efa það, en Jóhann Sigurjónsson, eins stórkostlegt skáld og hans sé, hafi komið mönnum á þá skoðun að ógerningur sé að kreista fram bros á Íslending á meðan hann haldi á penna. Kamban þykir meira að segja vera dönskum leikritahöfundum gott fordæmi í byggingu leikhúsverka. Og menn eru þakkláttir höfundum sem honum sem færi mönnum eilitla birtu og gleði á myrkum tímum.
En brátt fer að bóla á öðru viðhorfi Dana til Kambans. Endurgerð arabísku tjaldanna, gamanleiknum Þess vegna skiljum við, ekki tekið eins vel og í Þýskalandi. Kamban sé nær að snúa sér að íslenskum átakalýsingum en að vera burðast við að hnýta í dansk siðferði í úreltum stofuleikum. Kamban bregst ókvæða við gagnrýninni. His temper was terrible, yes. Not ever with me, but there was always a fight going on. And he was, yes, his temper was very explosive. Hann lofar áráðursmálaráðherra nasista fyrir að banna gagnrýni. Bannið við gagnrýni sem Dr. Goebbels hefur sett þrekvirki. Sem allur heimurinn á eftir að taka upp, ef að líkum lætur. Ég sjálfur fórnalamb gagnrýninnar og varð að flýja Danmörku vegna hennar. Hafði ekki tekið eftir því að með hverri kynslóð verður norrænni rithöfundur að gerast landflótta, þar sem gagnrýnin unnur honum ekki sætis í norrænum bókmenntum. Ég leit alltaf á það sem heiðursútnefningu að ég skildi veljast til þess af minni kynslóð. Ég þar í góðum félagskap. Ibsen frá Noregi, Strindberg frá Svíþjóð, George Bernard Shaw frá Breitlandi. Allir eruðu þeir að sigra í útlöndum. Í síðasta leiknaverki hans, Stórlæti, aðalpersonan leikritahöfundur, reynslunni ríkari. Í þá tíð ég lét eitthvað verulegt eftir mig liggja, var mér haldið í auðmýkjandi skefjum. En frá þeirri stund að ég rapaði á hann í null, að ekki sem minnst á svikarap, var ég hylltur og borinn á skjöldum. Vagn Börje lýsir Kamban á þessum tíma sem misskildu stórmenni sem býði uppreisnar æru, vinafár og þunglindur. Well, during the war, of course, he was very unhappy, terribly unhappy. Claimed that Nobel had really wanted to, instead of giving literary prizes, it had really wanted to have a suicide institute in Sweden to make it easier for people to commit suicide. I don't know whether that's true or not. That's what he told me. And he said that was a marvelous idea. Þannig komið manninum sem Börje minnist best, sem býsnar strandgestum á Borgundarhólmi með gönguferðum í fornum rústum að kvöldlægi meðan þrumuveður geysar og eldingar bjarma sviði. Þjóðverjar hernema Danmörku. En Kamban hefst handa við friðsælasta starfið á öllum ferli sínum. Það þýskur vísindasjóður sem gerur honum kleift að draga fram lífið á því. En ritlaunin þarf hann að sækja reglulega í höfuðstöðvar þýska setuliðsins. Handan götunar festa Danir alla umferð í húsið á filmu. Þetta ritgerð söl og næringargildi þeirra. Margir kjósa að gera verk þetta tortryggilegt, Danir jafnt sem Íslendingar. En þar sem ástríðurnar áður börðust á skrifpúlti hans, skríða nú efnafræðitákn og tölur ofan síðu eftir síðu. Hann gæti vel hugsa sér að hætta að skrifa. Hann sagði, ég búin að skrifa nógu margar bækur. Vildi gjarnan, hann gæti vel hugsa sér þegar Ísland hefði stílið við Danmörku sem tilstóð, þá fengi hann stöðu sem sendiherra alltaf. Og hann sagði, sendiherra getur gert landið sem mikið gagn. Ef hann persónu, ef hann hefur mikla persónu. En annars ekki. Well, he would have liked to go into diplomacy as preferably an Icelandic ambassador to London or something. I think that was his dream, yes. But of course, with my mother, it would have been impossible because actually, I think one of the tourists, Oliver Tours talked about it to me and said, we could not send your mother to London the way she talks. Þau inni lugt í Danmörku. Í höfninni bíður bátur, Frekjan. Nokkrir Íslendingar ætlaði að freista heimferðar. Kamban vill fara. En hann getur ekki látið eigin langanir ráða. Víggirðingar Þjóðverja hvarvetna farnar að láta undan.
og í Kaupmannahöfn kraumar í kúaðri þjóð að búast til uppgjörs. Loks verða Þjóðverjar að láta undan, gefast upp. Uppgjöri geisar, hvarvetna spretta fram frelsissveitir, göturnar loga í reikningsskilum. Landráðamenn eru sóttir í hús alla borg og dregnir fyrir skjótan dóm. Í gistiheimili við Uppsalagötu fagnar Kamban með dönum lyktum vargaldarinnar, dóttir hans hjá honum. Fréttin berst óðar til Íslands. Ríkisstjórn Íslands krefst skýringa. En hversu vör hafði dóttir Kambans orðið við orðróminn sem banaði föður hennar? I don't think I was aware of them, at least not until the very end. But later on, of course, after he was killed, it really did amaze me because I remember him in Germany, where they had these benches that said, for Jews only, on these benches, which of course were always empty. They were there, and nobody sat there except my father. And he went down every morning and sat on this bench that said, for Jews only, and he just sat there. And one day an SS man came by and looked at his profile and his face and said, "Unglaublich, I don't believe it." He could not think that anybody who was not Jewish, of course, would sit there. Yeah, he was very popular in Czechoslovakia. Skalholt was very popular. And the mayor of Prague, just before the war, just before Hitler invaded, had a banquet for my father, and my father had learned one sentence in Czechoslovakian, which means no trespassing, and they liked that, meaning the Germans, because they were afraid of. Loks fría dönsk yfirvöld Kamban af allri sök. Morðið hafi verið glapræði. Haraldur Björnsson setur upp Skálholt fyrsta sinni á Íslandi þá haustið. Honum finnst verkið fórnarlamb rógsins fjalli Kamban sjálfan. I remember once saying to my father, if anybody ever hurt you, I would kill him with an axe. I'd take an axe. I would take revenge, because he was always talking about never taking revenge. You do not take revenge. Of course, the Vikings did, but he felt that it just keeps things going on forever. And he said, so let the revenge be my writing, which is like the last 4 lines of Arnbjörn Prestur. Ljóðið varnaðarorð til þeirra þjóða sem efli varmennin á kostnað skáldana. Þar vegi þær að eigin sálarheill. Þar eru liðnum skiptar skapastundir, með skáldsins morði opnast vílsins port.